daginn og velkomin í Silfur Egils. Svona meginefni þáttarins í dag eru viðtöl við tvær stórmerkar konur. Annars vegar það Vandana Shiva sem kom hérna fyrir nokkur, hún troðfyllti Háskólabíó. Hún indversk baráttukona, hámenntuð, hún eðlisfræðingur, hefur skrifað hluti sem gæti jafnvel talist vera heimspeki, en hún hefur aðallega verið að fókusera á hlutskipti bænda á Indlandi sem þurfa að kaupa korn og útsæði sem háð einkaleyfum, og þar hefur hún farið að skoða stóra auðhringa sem eru að fást við erfðabreytingar á korni á útsæði, og það bara stórmerkilegt að heyra hvað hún hefur fram að færa. Svo fáum við Margit Kennedy, hún þýsk og sérfræðingur í peningakerfum, hún hefur skoðað peningakerfi heimsins, hvernig það getur af sér ójöfnuð, óstöðugleika, eilífar kreppur, og hún ein þeirra sem að leita leiða fjölbreyttari valkosti varðandi lán, varðandi gjaldmiðla sem við getum notað. Það ekki alveg einboðið, við þurfum öll að nota sama gjaldmiðlinn allstaðar. Það má kannski nota einn gjaldmiðil hér og annan gjaldmiðil þar. Þannig að þessar konur, þetta stórmerkileg viðtöl bæði tvö, og ég eiginlega svona frekar stoltur af því að sýna þau hérna á eftir. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Eiríki Bergmann Einarssyni, stjórnmálafræðingi, Stefáni Jóskasdóttur, stjórnmálafræðingi, Halli Magnússyni, og ég kalla það ráðgjafa. Það eitt, það svona nóg óljóst, og Páli Vilhjálmssyni, blaðamanni. Ég ætlaði nú að byrja á þessari umræðu stofnun flokks á miðjunni, eða hvað sem það Guðmundur Steingrímsson og Besti flokkurinn að fara að ná saman þarna, virðist vera. Guðmundur náttúrulega gamall svona, hann svona grínari svolítið líka, hljómsveit sem heitir Skárinn Ekkert, og þeir eru grínarar, en þetta virðist nú vera alvöru stjórnmál. Guðmundur reyndar spurði í gær hvort það megi ekki grína í stjórnmálunum, þannig að það hvort ætlar hann að fara að grína með þeim, eða ætlar þeir að fara í minna grín með Guðmundi. Hvað segir Eiríkur? Já, þetta auðvitað mjög merkileg og áhugaverð tilraun sem að menn ætla sér að fara af stað með núna, og það algjörlega augljóst að það gríðarlega mikið tómarúm á henni frjálslyndu miðju, getum við sagt. Þessir svona þrír flokkar, Samfylking, Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, hafa haft mjög sterkar frjálslyndar hliðar sem að hafa einhvern veginn lokast og útilokast einhvern veginn í stjórnmálunum undanfarið, og þannig að það eyða þarna, og það munur á frjálslyndum viðhorfum, hefðbundnum líberalisma eins og hann birtist til dæmis í radikali venstri í Danmörku, liberalflokknum í Bretlandi og svo framvegis, og hinum flokkunum. Þannig að þarna eyða og þarna gat. En það auðvitað, maður á eftir alveg að sjá það hvort að Besti flokkurinn sem kemur fram sem háðs ádeilu framboð og einhvern veginn að reyna að yfirfærast yfir í hefðbundin stjórnmálaflokk án þess þó að vilja verða hefðbundin stjórnmálaflokkur, og svo Guðmundur sem fer út úr Framsóknarflokknum, hvort að þessu afli takist þetta. Það hafa verið tveir flokkar á Íslandi sem hafa verið í þessu mengi, má segja. Og það var bandalag jafnaðarmanna á fyrir hluta 9. áratugarins, og svo Alþýðuflokkurinn á 10. áratugnum. Það má segja að það hafi verið svona þeir flokkar sem að geti flokkast inn í þetta mengi frjálslynds miðjuflokks, eitthvað svoleiðis. Má segja það, það eru element í Framsóknarflokknum, en ég myndi ekki skilgreina flokkinn með þeim hætti. Við vorum einu sinni líka með flokk sem kallaði sig frjálslyndaflokkin, en það voru eiginlega öfugmæli, hann var andfrjálslyndaflokkur. Hann fellur engan átt inn í þetta mengi. Þannig að þetta fyrir stjórnmálafræðinga, þá þetta auðvitað gríðarlega spennandi að fylgjast með þessu. Það eitthvað þarna sem opið og hægt að sækja í, en ég ekkert viss að Guðmundi og Bestaflokknum verði leyft að eiga þetta svið. Það geta aðrir stigið inn í það líka, og svo munu hinir flokkarnir fara á eftir þeim. Leið og það kemur fram frjálslynd miðjuframboð, að þá munu hinir kerfisflokkarnir fara að sýna þá hlið miklu sterkar líka. Páll, hvernig líst þér á þetta? Ég held að þetta sé röng greining, að Besti flokkurinn og Guðmundur núna, þeir eru að fara í kjölfærið á sigri Besta flokksins í Reykjavík, og
þetta sýnir kreppu stjórnmálakerfisins og það svona brandarakall eins og Jón Gnarr sé ennþá tekinn alvarlega ár eftir, sko, hvað var Bjarndýrið hans í Grasagarðinum eða Laugardalnum. Það bara sýnir hvað við erum ennþá í djúpri pólitískri kreppu. Efnahagskreppan það bil, sko, við erum komið með botninn það, búin að spyrna okkur upp, en pólitíska kreppan ennþá skýðlógandi og þetta viðtalið mitt sem varst að vísi Guðmundur Steingrímsson að við ættum að hafa svona umræðu þar sem ekki væri svona mikið andstæð sjónarmið. Þetta bara einhvers konar svona trúðafasismi þar sem sko skemmtilegasti, sniðugasti strákurinn í bekknum fær svona eiga sviðið. Þetta bara rugl, þetta uppgjöf á þessari hefðbundnu pólitísku umræðu. Og flokkarnir, þeir hafa tiltrú upp á svona 10% þjóðarinnar og þeir hafa bara eru bara virkilega í djúpum skít að skuli vera alvöru umræða framboð af þessu tagi. Það bara sorglegt. En heldur þú að flokkakerfið sé í slíku uppnámi að það gæti ef það eru kosningarbráðum þá því ég meina, fengjum við þá ekki bara mörg framboð hér og þar? Mín samfæring svo að flokkakerfið mun halda velli því að þegar framboðið svo Guðmundur og bestu flokkurinn að spá í kemur fram og á að taka þátt í alvöru umræðu, þá lippast þeir niður. Þeir hafa ekkert að segja annað en að vera fyndnir og skemmtilegir. Flokkarnir munu tefla fram sínu fólki, það fer einhverjum marki fram hreinsunni í flokkunum, Framsóknarflokkurinn meira og minna búin að gera það, sjálfstæði Samfylking eiga eftir að gera það af svona hrunelementum og þeir munu fara fram. Eina leiðin til að stokka upp flokkakerfið held ég að sé að brotni úr 2 eða fleiri meginflokkum og ég sé það ekki alveg gerast alveg í bráð. Já, þá úr Samfylking úr Samfylking úr Sjálfstæðisflokki, úr Framsóknarflokki. Ég sé það ekki alveg gerast. Mér sýnist ekki flokkarnir sko loga beinlínis í innbyrðis átökum til dæmis en framboð Hönnu Birnu ef það kemur fram, það gæti sett á hreyfingu einhverja hluti sko sem ekki alveg fyrir sér. Já. Þetta alröng hreyfing hjá Páli. Nei, sé nú ekki alröng. En sko, það sem að gerast miklu meira. Misskilningurinn í umræðunni og það reyndar hagur fjórflokksins að viðhalda þeim misskilningi að Guðmundur Steingrímsson, einstaklingur Guðmundur Steingrímsson, sé einn að fara í samvinnu við besta flokkin. Það ekki þannig. Það sem hefur að gerast á undanförnu vikum og það að Guðmundur Steingrímsson og ákveðinn frjálslyndur hópur í kringum hann hafa verið að ræða við fólk úr þeim framboðum sem komið fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Ádeilu-framboð og óháð-framboð. Við sjáum bara Einar Benediktsson segir hann ekki að tala að besti sé að fara á landsvísu. Jón Gnarr misti sitt álitið í því að segja best að fara á landsvísu. Og hvað gerðist innan bestaflokksins? Það var ákveðið viðbragð þarna mánudaginn í síðustu viku. Það sem að gerast það að Guðmundur Steingrímsson að tala við ekki bara besta, það að tala við þessi framboð út allt land og það komið fullt af nýju fólki inn í pólitíkina sem að sjóast núna í sveitarstjórnarpólitíkinni, í grasrótinni sem ekki innan hins hefðbundna fjórflokks. Og ekki gleyma því, það eru 192 sveitarstjórnarfulltrúar kjörnir sem eru ekki kjörnir af hinum hefðbundnu fjórflokka listabókstöðum. Þannig að það mjög stór hópur hérna fólki sem að koma á öðrum forsendum þarna inn, stór hluti af þessu fólki frjálslynd. Og þetta það sem að fjórflokkur nóttast. Þetta ástæði fyrir leiðara Morgunblaðsins og Fréttablaðsins þar sem verið að gera lítið úr þessu samstarfi Guðmundar og lykilfólks innan besta. Og við mögum ekki glemma því að best miklu meira heldur en Jón Gnarr. Jón Gnarr held ég að sé einnóta stjórnmálamaður, einmitt hann gegndi sínu hlutverki í ádeilunni. Það sem að gerast núna það að þessi ádeiluframboð að þroskast og fólk sem að vill breyta pólitíkinni, ef það nær saman á þessari miðju, þá ertu komið element sem getur orðið grunnur af þessu frambóði. Ef það gerist ekki, þá ég sammála greiningur að það gerist lítið í þessu. En það bara svo mikið af fólki þarna úti sem tilbúið til að breyta þessu, frjálslyndu fólki í tengslu við miðjuna, þannig að þarna ákveðið tækifæri sem mjög spennandi að sjá hvort það gengur upp og það mögulega að gera. Östutt anstæður. Jú, ég ætla að spyrja Hall, sko, hvar umræðan? Maður verður ekkert var við þessa umræðu ef þetta fólk alltaf hittast og eins og þeir sögðu í frægum þætti hérna Guðmundur einhver annar, að fólk að tengjast. Maður sér hvergi sko pólitískar hugmyndir, maður sér hvergi pólitíska umræðu úr þessum jaðarhópi. Það alveg klárt að það stór hópi fólk sem ekki finnur sig í hefðbundna fjórflokknum. En sá hópur virðist að vera tvístraður og ekki svona afl og maður sér ekki þessa umræðu. Þannig að ég gef ekki mikið fyrir þetta. Hún mun koma.